Barna- og fjölskyldustofu ber að veita fósturforeldrum fræðslu og stuðning samkvæmt barnaverndarlögum. Við málsmeðferð leyfisveitinga skal Barna- og fjölskyldustofa boða umsækjendur á námskeið þar sem markmið er að leggja mat á hæfi umsækjenda að gerast fósturforeldrar en einnig að veita leiðbeiningar og fræðslu. Námskeið er byggt á námsefni frá Bandaríkjunum sem kallast Foster Pride, en námsefni hefur verið þýtt og staðfært í mörgum löndum í Evrópu. Námsefnið er reglulega uppfært þar sem meðal annars er horft til þeirra þróunar sem hefur verið á fósturforeldranámskeiðum á öðrum Norðurlöndum að því markmið að miðla nýjustu þekkingu hverju sinni. Námskeiðinu er ætlað að miðla mikilvægum upplýsingum og undirbúa þátttakendur fyrir hlutverk fósturforeldra ásamt því að stuðla að því að fósturbarn nái markmiðum sínum. Nú höfum við sett grunnnámskeið á rafrænan hátt á netið og skráðir þátttakendur geta farið í gegnum það á þeim tíma sem henta þeim best innan ákveðins tímabils. Í viðbót við rafrænu netfræðsluna þurfa fósturforeldrar að sækja námskeið með leiðbeinendum í rauntíma þar sem farið er í verkefnavinnu, æfingar, umræður og hópavinnu. Þar miðla umsækjendur lífsreynslu sinni og hugmyndum fósturforeldrahlutverkið til leiðbeinenda og annarra þáttttakenda. Á því tímabili sem námskeiðið stendur yfir fara umsækjendur í viðtal og fá heimsókn frá sérfræðingum Barna- og fjölskyldustofu þar sem lagt er sameiginlegt mat á hvort þátttakendur séu reiðubúnir að gerast fósturforeldrar og ef svo er þá hvernig fóstur henti þeirra högum. Lífsreynsla fósturforeldra og viðhorf skipta máli við umönnun fósturbarns. Meðan námskeiðinu stendur fylla umsækjendur út svokallaða lífsbók. Lífsbókin er gerð í þeim tilgangi að þátttakendur ígrundir sinn eigin lífsferil. Alveg eins og það er mikilvægt fyrir fósturforeldra að vita forsögu fósturbarns er ekki síður mikilvægt að þeir séu meðvitaðir eigin forsögu. Í lífsbókinni meðal annars spurt eigið uppeldi, áföll, viðhorf, samskipti, stuðningsnet og uppeldisaðferðir. Með því að ígrunda eigið líf er gert ráð fyrir að þátttakendur geti betur sett sig í spor fósturbarna og leið gert sér grein fyrir hvernig þeir koma fyrir sem fósturforeldrar. Leið eru umsækjendur að íhuga og meta hvort þeir séu tilbúnir til að taka fósturbörnin í fjölskyldu sína eða hvort eitthvað þeirra í aðstæðum eða fari komi í veg fyrir það. Lífsbókin er hluti af mati Barna- og fjölskyldustofu og hæfni til að gerast fósturforeldri. Til þess að koma á fósturforeldranámskeið þarf að sækja að gerast fósturforeldri og standast almenna kröfur til fósturforeldra samkvæmt barnaverndarlögum.